Ég ætla að kynna fyrir þér netskóla sem heitir Khan Academy og að því leyti sérstakur að hann fyrir grunnskóla og framhaldsskólastig, ekki námskeið á háskólastigi. Og þessi netskóli, hann mjög vinsæll fyrir svona stutt vídeó eða skjáupptökur, oft svona eins og upptöka af töflu. Þá aðalega, eða til að byrja með, var það mjög mikið svona stærðfræði útskýringar. Þetta byrjar á þann hátt að það einn maður sem að búa til svona útskýringar fyrir fransískinni sitt. Hérna aðeins smá af það sem hann segir frá þessu. Hann heitir Salman Khan. My name is Sal Khan. I'm the founder and faculty of the Khan Academy, and we're trying to educate the world. To the presentation on Basic Edition. But in August of 1789, they've already done their version of the Declaration of Independence. And the process is called photosynthesis. Hér ég komin inn á akademíur og sýna ykkur hvernig umhverfið lítur út, og þarna stendur My Subject, og svo námskeiðin sem ég búin að skrá mig á hérna fyrir neðan. Til dæmis eitt námskeið sem ég skráði mig á sem heitir The Art of Storytelling. Og ég ætla að sýna ykkur þessum dæmi námskeið sem á Khan Academy. Og The Art of Storytelling, það námskeið sem í 6 þáttum. Fyrsti liðurinn We are all storytellers, og síðan sákabli. Hann skiptist í svona hluta, og það annarkvort vídeó, þá mynd af og þá byrjar vídeó að spila. Ef ég sýna ykkur svona dæmi hvernig þetta lítur út, og þá tengir þetta í vídeó sem á YouTube. Og þetta sem sagt fyrsti þátturinn, og síðan alltaf öðru hverju þá activity, eða það æfingar, eða þá einhver texti. Það samblanda vídeó og texta, og fyrsta activity, æfing sem í 2 liðum og semst ákaflega vel uppsett. Þetta mjög ákaflega vel uppsett námskeið og gott dæmi. Það sem ég ætla að vekja athygli ykkar á að þessar æfingar svona eins og einhverjar ritsmíðar eða æfingar sem að skapa persónu, sögupersónu, og það hægt að skrifa bara niður, hafa sérstaka möppu á tölvunni hjá sér, eða learning journal, svona eitthvað svona blogg eða leiðabók. Og það líka að senda þetta á Facebook eða Twitter eða inn í Google Classroom. Það alltaf sífellt meira sem kemur svona með tengingu við Google Classroom. Og sýna ykkur annað námskeið. Þetta var sem sagt Art of Storytelling, og svo annað svona sögunámskeið, og það svona með meira. Það sem sagt vídeó allt öðru hverju, það örinn, sem sagt, og síðan texti, eins og hérna til dæmis vídeó Columbian Exchange, og Although we tend to think og Columbian Exchange þá svo líka eins og vefsíða, og það svona svolítið svona svipað uppsettar og ekkert mjög langar. Þetta svona og mjög svona myndrænar oft, og svona skemmtilega sett, þessi mörgu námskeið sem ég hef verið að skoða. Og ég bendi ykkur á að skoða námskeið á Khan Academy. Ég get farið hérna, og ef ég fyrir hérna í My Subject og segi Edit, þá get ég haka við hvað vil ég skoða. Hvað ég? Þetta mjög ungu nemandi sem vil fá early math, eða vil ég fara að læra sagnfræði eða tónlistasögu eða listasögu, eða vil ég undirbúa mig undir eitthvað af þessum stóru prófum sem haldin í Ameríku. Ég veit að það á næsta ári þá ætlar til dæmis Khan Academy að hafa undirbúningu til lögfræðina. Khan Academy kemur semst upprunalega frá því að vera vettfangur, það sem var svona skjáupptökur, það sem einn maður var að taka upp í vídeó
þess að á teiknibretti það sem að var að skrifa og setti á YouTube og í að verða svona mjög vinsæl námsmyndbönd í ýmsum greinum. Það eitt í viðbót sem að einkennir svolítið umhverfið á Khan Academy og það hve mikið það hefur tekið úr svona því sem að oft kennt við tölvuleiki og það svona að nota svona umbunarkerfið að skrá framvindu nemandans með ýmiss konar námsgjöldum eða badges og þið sjáu það hérna hjá einu nemanda það sést hvaða stigan hefur og það sést hvaða námsskildi eða badges hann viðkomandi hefur og ég svona alltaf að sýna þetta að hvað hægt að ná það semst hægt að ná alls konar ef maður hefur klárað eitthvað námskeið með ákveðum árangri þá fær maður þennan skjöld og svo framvegis. Það eru svona ákveðna reglur hvernig maður getur fengið þessa skildi og hérna til dæmis bara þessi notandi hefur bara fengið 1 skjöld og það eiginlega bara fyrir að hafa verið í námskeiðinu í ákveðið langan tíma. En þetta farið að færast í vöxt í svona námskeiðum og meðal annars býður módelnámsumsjónarkerfið upp á svona námsskildi.